Þú talar fundinum að kannski að samkeppnislög væru í rauninni ekki nógu skýr þannig að fyrirtæki væri að fylgja þeim. Hvað er það svona kannski sem er að flækjast fyrir þeim? Það sem að er nú, sem kannski fólk ekki áttar sig á að þegar það les kannski eins og til að mynda í þessu tilviki núna þegar við erum að horfa á þessa ákvörðun í MS-málinu, menn segja ok, misnotkun á markaðsráðandi stöðu, það er eitthvað mjög vont. Hins vegar þurfa menn að skoða okkur hvernig staðreinir eru brot vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu. Það er mjög flókin aðferðafræði sem liggur þar að baki. Það er hagfræðilegt mat að hluta til, lögfræðilegt að hluta til, byggir mikið til á erlendum fordæmum. Í því samhengi þarf auðvitað að skilgreina markaði, þú þarft að meta stöðuna á markaði, þú hefur í mörgum tilvikum ekki allar upplýsingar til að meta. Þannig að í fjölda tilvika er mönnum vorkunn í því að hafa jafnvel ekki áttað sig á stöðunni og það er ekki einsdæmi hér á landi. Þetta er bara svona einkennum samkeppnislaga. Mörguleyti eru þau ekki góð þegar við horfum til þess að við viljum hafa lög fyrirsjáanleg og að menn sjáu hvernig þeim sé beitt. Því miður eru bara samkeppnislögin ekki þess áttar og það er stór vandi þeirra. En hvað með sektirnar, hvað skoðun hefur rauninni, hvað finnst ykkur þessar háu sektir sem eru lagðið á þessi fyrirtæki? Ég velti fyrir mér eins og kom fram í fyrirlesturinn hjá mér að eru sektir eina rétta leiðin. Við erum að sjá jafnvel veldisvöxt í ákvörðun sektarfjárhæða. Skilar það því sem að gengið var út frá í upphafi að efla virka samkeppni. Þetta er svona, ég seti efasemdir það. Í mörgum tilvikum, jú, varnaðarár þegar við þurfa kannski að vera til staðar, en það eru kannski aðrar leiðir líka sem hægt er að fara til að klára málið með skjótari hætti og jafnvel þá að hugsa, ok, við ætlum bara að ljúka þessu máli, sætta málið, horfa til framtíðar og breyta háttsemi okkar, en látum sektirnar liggja milli hluta. Í mörgum málum mætti klára prósessin þannig í staðis að þetta fari í gegnum þetta langa ferli og síðan kemur einhver himinhá sekt sem að síðan fyrirtæki þurfa að takast á við í rekstri sínum og eiga jafnvel erfitt með að greiða og þá veltir maður fyrir sig hvert fer sektin. Sumir segja, jú, neytendur greiða á endanum, að einhver leyti kann það að vera rétt, en öðru leyti kann fyrirtæki að þurfa að draga saman seglin, þeir ráðast ekki í nýjar fjárfestingar, allt hefur þetta kannski slæm áhrif á samkeppni til langs og skamms tíma. En hver eru þá viðbrögðin við þessum orðum Páls Gunnars hjá Samkeppniseftirlitinu þegar það segir að þessar háu sektir séu líka tengdar að brotin séu ítrekuð? Já, ég og Páll Gunnar getur nú kannski í mörgum tilvikum verið sammála með að vera ósammála. En ef að það er auðvitað þannig að það er nákvæmlega sama brot sem á sér stað á sama markaði og allt þetta og menn áttu að sjá það fyrir, menn áttu að þekkja það, þá hefur maður kannski minni samúð þegar að sektir hækka. Og það er svo sem þekkt af vettvangi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins líka. En það er mjög sjaldan, þetta eru mál sem þarf alltaf að meta í hverjum tilviki og ég get sagt að sjaldan séu tvö mál nákvæmlega eins.